Við erum live. Góðan daginn, kæru Íslendingar. Og verið hjartalega velkomin á leik Fram og IBF í Ólafsdeildar kvenna í handknattleik. Ég heiti Róbert Örn Guðmundsson og mér á hægri hönd engin annar en Eiður Rafn Valsson. Þú ert þriðji maðurinn. Er ég þriðji maðurinn? Já, minn maður Árnir Heimisson fyrir norðan. Já. Hann í einhverju handboltaferð þar með 4. og 3. kalla. Já. Og skal ég segja þér hann sænski, okkar allra besti. Já. Og hann að skila inn lokaverkefni í háskólanum. Nú. Já. Þannig að þá kemur þú inn. Þá ég komin inn. Já. Við kynnum bara leikmennina þegar þeir svona detta inn. Maður geta að lesa yfir öll nöfnin, en það nokkuð ljóst að það verður brekka í dag þar sem að IBF eru bikarmeistarar og deildarmeistarar. Þær eru með ágætlið. Ja, þetta allt í lagi. Þetta allt fínt, sko. Og takast Er það ekki rétt sem þetta er svona mix af eldri stelpum og yngri kynslóðum? Þetta svona... Jú, það til dæmis leikmaður númer 5 hjá IBF, hún Alexandra Ósk Viktorsdóttir. Hún var að spila í 4. flokknum í morgun á móti mér. Setti 10 slumur. Já, býtu hver? Númer 5, Alexandra Ósk Viktorsdóttir. Já, hún er í 4. flokki. Hún er í 4. flokki. Já, einmitt. Þannig að já. En við erum líka með alveg blöndu af yngri og eldri leikmönnum hjá okkur í dag. Við framarar? Já. Jú. Vagga, Sóldís, Dagmar, Ingunn og já, það eru allar ennþá í 3. flokki. Já. Þannig að þetta góð blanda af góða leikmönnum. Takast allir, já, þetta skemmtilegt. Það svona high five að báðum megin og alveg eins. Já. Og eitthvað sem ég hef ekki séð áður. Þetta alltaf ekki þekkt í kallaboltanum. Nei, ég hef alveg hort á marga kvennaleiki, ég hef ekki séð þetta áður. Nei. Þetta er skemmtilegt. Það er gaman aðeins. Guðmundur góði var mættur í morgun á brettið. Já. Hann alltaf mættur fyrstur á sunnudögum, nei á laugardögum minna. Mætir hann ekki klukkan 7 á morgnana og fer og hleypur sína 10 kilometra í... Jú, það fer eftir dagsforminu hvort hann takir 5 eða 10. Já. Hann byrjar alltaf að hlaupa 5 km og svo sér hann hvernig hann líður. Já. Dómarar leiksins eru Bogdan Dumitrel og honum til aðstofur Guðbjörn Ólafsson. Guðbjörn Ólafsson, já. Guðbjörn. Takast allir aftur í hendur. Það vantar ekki spaða fjöðunar. Já, herðu. Þetta er skemmtilegt. Það er bara maður og mann strax. Perla. Og kemur Sara með boltan. Og það spila sig í gegn í fyrstu sókn. Þetta virkaði ekki alveg á Stebba. Nei. Ég talaði nú við Stebba fyrir þennan leik. Já, hvað hafði hann að segja? Hann var með fullt af vörnum tilbúnar fyrir þennan leik. Já. Þannig að... En þær eru svona með sterkt varnarlið, þannig að það er spurning sko hvort að sóknarleikur sé klár. Já. Veitu hvað, Kæró, Steinunn og Þórey ætluðu að gera einhverja krúsdúlana. Sara á Kristur. Það er vondsending. Veitum við. Og Karolína Olslova var eitthvað að tala við Bogdan dómaraðana. Það var ekki sátt. Nei, herru. Og hvað? Ekki gott. Skref. Já, þarna virkaði vörnin. Hörðu. Faceplant. Og það er Steini Björnsdóttir. Og hún skorar fyrsta mark framara. Já, og leikmaður númer 14 hefur meiðst eitthvað Hún sá ekki alveg hvað gerðist, en hún Elísa Elíasdóttir. Þetta sem ég best sá, hún bara faceplantaði Má sjá. Ætlaði ekki bara einhver hlaupið utan í fætuna á henni og hún Já, mér sýnist endursýningunni að hún hefur ótt krækt í einhverju fót Já.
síndist af sko. Á Kristrúnu held ég. Það var óvart. En vörnin gekk fullkomlega upp. Já. Fá þær til að hlaupa. Já. Hún kemur út af. Og vonast til þess að stela boltanum eða fá tvígrip eða skref. Já. Þá kemur Ingibjörg Olsen inn á. Hún kemur bara línuna. Hún er hornamaður þetta sem ég best veit. Já, þetta er örugglega bara taktík. Er hún ekki bara mætt inn og til að hlaupa? Jú, það er það sem ég held. Sunna og Ingibjörg. Já, Steinum er góða vörn hana, en það eru komna niður á punktalínuna. Þannig að við verðum að fara í keks 0. Sunna fær boltan hér. Hvað ætlar hún að gera? Nei! Og við Hafdís Rinnudardóttir sinn fyrsta bolta í dag. Já, Birna Berg með þetta skot. Ég get sagt ykkur það, ég hef oft verið á mæknum að kalla upp nöfnin. Ég segi nafnið Hafdís Rinnudardóttir mjög oft. Boltinn fór ykkur staðar sko út á fótboltaöll. Já. Þetta er nefnilega galli sko þegar bara önnur stúkan er úti, þá er svo langt úti í vegginn hinum megin. Býtum við. Þetta er svona skemmtilegt svona tempo á þessari vörnin, á þessari sóknina. Og á frákastinu, flott, Hafdís mín. Annar bolta. Hrafnhildur með þetta skot. Kristrún á Ernu, klippi Söru inn og Kristrún milli 1 og 2. En Marta með sinn fyrsta varabolta í dag. 50% markværsla. Já. Ég elska svona, bara maður og mann vörn, ánægði með þetta. Það er satt spurning, hvað er höndið þetta lengi, fótur? Þetta var fótur á steininni, þetta var pjúr óofni og við erum tilbúnar. Nei. Þetta er það sem að IBF-stelpurnar vilja gera. Það vilja fá fríkast nálægt vörninni og geta stilt upp, ná okkur niður. Við erum að bakka út. Já. Bakka niður. Hvað ætlar Hrafnhildur að gera? Já, Selfoss-stelpurnar hana. Já. Hrafnhildur, hvað ætlar hún að bjóða upp á? Þetta er geggjur hreyfing. Ekkert á þetta. Jesús, það er frákastinu. Já. Hafdís heldur þó áfram að verja. Höndin fer niður þá og þar lendi ný sókn. Og Sunna, hvað ætlar Sunna að gera? Rauningur. Ekkert, bara framhjá. Framhjá henni Hörpu. Hafdís á Ernu, Erna á Kristrúnu, á Ernu aftur og skot hérna. Skjótt á markið maður. Og Sara. Já. Þetta er skemmtilegt. Ég held ég sé ekki að bulla, en ég held að IBF sé búin að vinna einhverja 14-15 leiki í röð. Ég held ég sé ekki... Sú statístík er ekki inn á HB Stats. Nei, ég held ég sé ekki að bulla. Og, hörru. Já, leikmaður nr. 15, Karolína Olslova með þetta mark. Perla skýtur framhjá. Já, það fóru 7 og 6 hana. Tókstu eftir því? IBF? Já. Ég mistaði. Já. Ég sé að það er að gera það núna og þá bakkaði niður. Nei, hann lítur að bakka það í 5-1. 5-1, já. Hann er undirbúinn fyrir þetta. Já. Steppi með sko allt á taktiktöflunni, búinn að fara yfir allt. Það hafa verið langir vídeófundir hjá framstelpunum. Já, Hrafnhildur á Sunnu. Og þetta er varinn held ég. Og Sunna. Og varinn aftur! Hún heldur bara áfram að verja. Hafdís er að fara að eiga stjörnuleikjana. Sýnist það? Já, passaði Kristrún mín. Við erum líka svolítið að bjóða upp á það að fá skotin fyrir utan og í rauninni þá er ekkert hægt að skora á Hafdísi fyrir utan. Ný. Ekki þurfa niður þessum að. Hörðu. Nei. Þá bara fyrsta uppstilla sóknin hjá okkur bara í langa tíma. Alveg heila 5 mínútur. Já. Það ætlar Erna að bjóða upp á. IBF fyrir 6-0. Kairó. Sara á Ernu. Og Sara hérna í skot. Eða bara í fitt. Aðeins meiri kraftur og þetta víti. Já. Þetta var eitt ólulegt fríkast. Já. Fríkastið var ekki tekið þarna.
Já, bara leifa leiknum að fljóta. Það er flæði í leiknum. Og koma þær í og Þórey. Þetta er vel varið hjá Mörtu. Já, þetta er sjálfsögð. Já, Þórey er ekki vön að klikka. Nei. Þið örfenda gengið. Og já. Það er haldið áfram að fara í 7-6. Það er haldið áfram í 7-6. Það virðist líka svona, ekki virka, en jú, þó. Þetta er skemmtilegt. Já, hún ætlaði næstu því að... Perla tekur miðuna og Steinun keyrir upp með bollan. Já, og við keyrum í 4-2. Þetta er glæsilegt. Þetta var vel gert, vel spilað. Já. Já. Næstu því. Það er blótt sagt, sko, að línumenn eigi ekki að fá boltan í hraðaflöpi, en... Nei. Steinun er undantekning. Mögulega undantekning. Perla líka, náttúrulega Perla er ekki, sko... Ok. Hún er hornamaður á uppleggi, eða ekki? Jú, hún er hornalínu... Hún er svona hybrid. Já. Nei. Og exit hjá Hafdísi, enginn í marki. Og það er framjá. Nei, það fór inn. Hafdís tók bara exit. Það var hérna í endursýningunni hjá okkur. Við erum með svona skemmtilegan skjá sem að... Við erum alveg hérna 30 sekúndum. Herru, Þórey stilu þessum. Perla á Þórey. Ég er bara einfallega að mista þessu. Ég var að horfa á endursýninguna. Vel gert, Þórey. Við sjáum þetta bara í endursýningunni. Já, má sjá. Það er hann að skora þér. Já. Fínt að við sem að lýsa endursýningunni sem að engi sér nema við tveir. Já. Og Kristrún. Þannig að kemur þetta yfir. Hún stilur þessu bara. Vel gert hjá hann. Erna og Sara í skot. Þetta er tækjuminn af Bróttisson. Já. Ég hefði nú viljað bara að dómararnir myndu koma saman og ræða þess þetta. Já. Elísa Elíasdóttir með sína fyrstu Bróttisson. Ég hef nálega séð. Hún er alveg íþróttamaður. Já. Hún er hérna, maður sjá hvað þetta Perla gera. Já. Vel gert. Hérna stuttsaga hana Elísu. Þegar ég var að þjálfa fjóla kvenna fyrir svona 4 mánuðum síðan þegar hún var þar. Já. Og hún línumaður. Og tók að Kaíró og hún kom upp og skaut. Bara alltaf eða? Já, eitthvað 5-6 skipti. Já. Það áttum ekki breyk. Bara upp í Samúel. Mjög flottur leikmaður. Nei, hann var búinn að taka leikhlé. Herðu, þetta var skemmtilegt. Siggi bara var löngu búinn að taka leikhlé. Æjæj. Þetta var geggjað skot. Já. Það fær ekki að standa. Nei. Sjá. Herðu, þá myndavælinn kominn á IBF-bekkinn. Já, það sýnist það. Siggi Braga er að láta þær heyra. Þannig að... Hann er ekki sáttur. Nei, hann er ekki sáttur. Og hérna... Já, það er spurning hvað hann er að segja. Gaman að segja bara því að það eru yfir 100 manns að horfa á okkur. Já, þetta er náttúrulega sko... Já, Þetta er algjört stjörnulið frá Eyjum. Já. og þau eru ekki mætt eða í húsið af því að þau búa í Vestmannaeyjum. Það er skarplega athugað hjá þér yfir. Þannig að mínu mati þá er það ekki skrítið að sé fólk að túna inn í þetta sko. Já, við biðum að heilsa öllum þeim sem eru út í Vestmannaeyjum. Já. En við erum samt líka að taka það fram að þetta er Fram TV. Já, við höldum ekki mjög af. Við erum ekki hlutlausir. Nei. Við afsökum okkur fyrirfram. Og Hrafnhildur. Nei, Sunna. Enginn í marki. Skjóttu. Já, Marta kom í markið og Þórey. Já. Vá. Þetta er glæsilegt. Þetta er svo auðvelt. Já. Hún er með, nú ætlum ég að kóta einn hérna Eyjamann. Hún er með gráðuboga fyrir úlið. Veistu hvað þetta er? Nei. Ívarlogi. Já. Hrafnhildur, Steinunn með gráðuboga fyrir úlið. Já. Þetta hef ég ekki staður. Þá ertu með svona góðan úlið. Ef þú ert með reglustrykku fyrir úlið, þá ertu með stífan úlið. Já. Herru, Kristrún er með Hrafnhildi sko í vasanum. Þetta er flott.
Hrafnhildur upp í skot. Þetta er skref. Skref, maður. Og hún exar aftur. Og það er hraðaplöp. Og það er flott. Siggi Braga er brjálaður. Hann segir okkur þetta skjóta í markmanninn. Já, það er spurning. Það er góð spurning. Þetta er nefnilega ekki svo flókið, sko. Þú átt bara að kasta bollanum í markið. Já. Ekki skjóta í markmanninn. Nei. Harpa. Skref. Það er ekki, það er tvígrip. Hún dripplaði og síðan lagði hún boltan aftur í gólfið. Þetta er góð hreyfing. Það var fín hreyfing hjá hann í Karolínu. Já. Nú þurfum við að fara niður. Ára komin aftur í 7-6. Sunna. Já. Er það ekki rétt hjá mér? Það eru komin í 7-6. Þetta er víti. Já, ég hefði alveg viljað sjá... það hefði verið hægt að dæma víti á þetta. Já. Hrafnhildur. Og Steinum bara vinnu þennan bolta og við skorum aftur. Við erum að klúra tvisvar í 1 mark. Já. Staðan er 7-3. Ég er samt að velta henni fyrir mér. IBVF, það eru orðna deildameistarar. Það er rétt. Sem þjálfari, tekur ekki bara varaliðið þitt í leikinn? Nei, þetta er, eins og ég sagði við hann, þetta er eitthvað... Og það er vinna boltan! Hvað ætlar að dæma? Nei, Steinun er með hennar boltan. Bogdan. Bogdan fannst þetta að vera... Og Hrafnhildur. Ó, nei! Og skjóttu. Nei, ok. Þetta var skemmtileg miða. Yfir. Og gegn með þig. Þetta er glæsilegt. Og þetta er frábær markaslega mörgtum maður. Það komið sem að hiti í þetta. Nei, það sem ég ætlaði að segja við þig. Það var einhver sem sagði það við mig. Að IBVF er búinn að vinna og Sunna. Sara með brottvísun hérna. Já, Sara segir bara ég stóð bara, ég er sammála. Það sem ég ætlaði að segja, IBVF er búinn að vinna einhverja 15, 16 eða 19 leiki í röð, við minnir þessi 19 og hann vilji vinna 20. leikin í röð. Er það met? Ég held það. Ég þori ekki að fara með þetta, þetta er eitthvað sem ég heyrði og ég kannaði það ekki. Ok. Þannig þetta er ekki fakt en þetta er... Þetta er orðrómur. Já. Hrafnhildur. Og Hafdís Reynóttudóttir með. 8. varða boltasinnin í dag. Býtu, það er þá... Og kannski ég kannar þetta. Við erum með... Býtu, alltaf að reikna. Það eru 4 deilt í... Nei. Nei, það eru 8... Nei, það er 12 deilt í 4... Það er 12 deilt í 8. 12 deilt í 8. Nei, það passar ekki. Nei, það passar ekki heldur. Það er 12 deilt í 4 mörg. Nei, það er 8 deilt í 12. Já, djók. Já, nákvæmlega, þetta var rétt hjá mér. 66% markaslag. Róbert. Þú deilir bara þangað til þú finnur réttu töluna. Já. Kristrún. Erna. Þórey kemur út af. Já, þetta er í hávörninni. Og Sunna upp í skot hérna. Bara skítur. Já. Sá það í gær. Það eru einu fleiri í tæpar 30 sekúndur í viðbót. Þannig að það ættu að fá ágætis færi hér. Það giska á Eilís að fá boltan hérna. Nei. Vá, geðið hotnið maður. Já. Þetta er svona ekki nógu gott tempo finnst mér hjá henni Hrafnhildi. Nei, ekki Hrafnhildi, ásækið. Númer 7. Jú, Hrafnhildur. Jú, Hrafnhildur Hanna Þrastadóttir. Ég er búinn að kalla Birnu Hrafnhildi. Ég er alveg út á túni hérna, sko. Ég er náttúrulega búinn að vera hérna síðan kl. 9 í morgun. Nú, býtu, já, þú ert náttúrulega að þjálfa. Já. Félagsmaður. Nú kemur Tinna inn á. Það er ekkert þetta. Þetta er bara lína leiksins, það má aðeins ganga í skrokkinn á mönnum. Já. Hrafnhildur á Sunnu, á Birnu og Hafdís.
Tinna upp með Ernu, 4-4 og hægileikin. Þá kemur Kristrún út af, hún þarf að taka smá bríðir og hann þarf að þurrka upp. Hann þarf að þurrka boltan. Já, boltinn blautur. Kristrún fær smá hvíld hérna á meðan kemur Sara í vinstskiptu. Þá erum við með Þórey, Tinnu, Ernu, Söru og Perlu og Steinn á línunni. Þá kemur Kairó, Sara á Ernu. Erna ætlar að gera hvað? Gefa Söru og Tinn. Já, Steinur rykti inn í teginn. Já. Já, taka rétt takk. Það inn í teignum. Já, nú segir Stebbi bara að fara út. Já, þá tekur hann Mörtu út af, Siggi Brad tekur hann út af. Já, og þá segir hann, já, ok, þá fyrir við aftur niður í 5-1. Aftur niður. Já, ég held að Stebbi vilji fá 7-6 hérna. Já, hann vill fá að skjóta í autt mark. Já. Hrafnhildur, skot. Nei. Já, geggjur vörn, já, Perlu. Birna á Sunnu, Sunna. Ekkert að frétta. Við viljum bara fá þér til að skjóta hana. Já, ok, þetta er aðeins svo gott færi. Já. Vel spilað. Leikmann nr. 6, Harpa Valli Gylfadóttir. Taka 11 að ná þetta hana. Já. Staðan er 7-5, við erum ekki búin að skora alveg í. Dágóða stund. Já. Já, sýnist Erna að vera að stilla aftur upp í Kairó. Sem er hár rétt. Og kemur Perla inn á línuna, Sara klippir. Þetta er svo... Þetta er aðeins svo klaufalegt. Þetta er aðeins svo hægt. Já, Sunna skuntlaði sigur á þennan bolta. Og Þórey komin í tvistinn og náðum ekki varnarskiptingunni. Já, og Tinna fer bara í tvistinn. Já. Við erum í 5-1. IPF 7-6. Hrafnhildur á Sunnu. Skjóttu Hafdís. Skjóttu. Já, ok. Fáum hraðaflöfið. Þetta var skemmtilegt. Já. Hafdís og Steinur náttu möguleika á marki hér. Já, þetta var gaman. Ég hef samt gaman að því sko að hornamenninu séu að fá auðveldu hraðaflöfmörkin sko. Já. Það er ekkert meira pirrandi en þegar þú stendur frammi fyrir framan autt mark og markmaðurinn kastar út af. Já. Það er létt pirrandi. Það er þreytt. Hrafnhildur á Sunnu, á Birnu og Birna í skot hérna. Þetta er frábær vörn hjá. Frábær vörn, Söru. Hrafnhildur skýtur hérna. Já, og þessi fer í tréverkið. Og þessi fer bara í allskil greiðslumiðlun innheimtu þjónustu. Og já, Stebbi heldur á timeout-spjaldinu, ég veit ekki alveg af hverju. Er eitthvað að frétta í kommentarkerfinu hjá okkur eða? Ekki neitt. Endilega, við erum með einhver skemmtileg inputa. Já, bara við lesum allt. Já. Sara á Ernu, Erna upp í skotina. Nei, Tinna. Og Sara það er gripið. Þetta er sekt. Og tvöföldsekt, það sem þetta er á leikdegi. Já. Gott. Þetta getur hún. Hafdís las þetta en þetta var bara svo fast. Birna Berg Haraldsdóttir með fyrsta markið sitt í dag. Þetta er tæplega 18 mínútna leik. Hefði getað verið komið 2 mörk en þjálfari IBF að fá að taka leikli þegar hún sett hann í samskeytin inn. Það var þreytt. Það var líka nær skeytin. Já, það var geggjað skoti á henni. Það var Kristrún komin í vinstri Sara út af. Erna. Kristrún á Tinnu og Tinna í skot. Nei, og Erna hérna. Já. Hraðaflöp. Já, og góð sending. Þetta er frábær vörn hjá. Hörru, já, það er innkast. Innkast ákveð. Þetta munaði ekki miklu. Ég hef ekki séð þessar hreyfingu áður hjá dómara.
Þetta var, hann bent upp í stúku. Já. Gerði það aftur. Það var frábæð vörn hjá Steinunni. Hún tók síðan hottkast. Já. Þetta gæti verið að þetta hafi verið hot. Já, það var skemmtilegt. Að þetta fer í Steinunni, já. Þetta er annarkvæmt innkast eða hot. Kemur Sunna, þær eru aftur í 7 og 6. Já. Hrafnhildur. Skjóttu bara. Þetta var þið. Það Já. var gott. Hafdís Reynandudóttir Við viljum fá skotin hana. er komið með 10 varða bolta. Hvorki meira enn minna. Já. Nú ætlum ég aðeins að setja út á eittina. Ég vil fá fleiri framara upp í stúku. Það er tvíhöfði í húsinu. Meistara kallar að keppa hérna og eftir. Og sjálfsögðu er náttúrulega meistara kvenna að keppa núna. Ég vil sjá fleiri bláa í stúkunni. Takk fyrir. Já. Laugardagur, fólk verður ekkert betra að gera. Fólk mætir að það vill mæta. Já. En þetta er góð skemmtun. Já, Við mælum með henni. Já. Erna. Já. Það var soft hérna fríkast og frábær vörn hjá IBF. Hjá henni Karolínu. Ég sé að Ívar Logi mættir upp í stúku en hann setur villu sem megin. Hann er samt í frampeysu. Já, ég skal gefa hann það. Og Þórey. Wow. Þetta var skemmtilegt. Þetta var skemmtilegt. Og þessi bolti... Var hending komin upp? Nei. Sko, ég hef búinn að grandskoða þessa reglu. Ef að þú ert yfir... Já. Og þetta gerist í annarskiptið, þá kemur hendin upp því þá ertu að tefja leikinn. Já, þú ert með forskoti, skilur. Já. Þannig virkar þetta. Nú geta allir hægt að rífast og allir verið vinnir. Og já, þetta er bara í pálmatré byggingaverktakar. Sem þetta auglýsingarskiltið fyrir aftan markið ef einhver að velta þig fyrir sér hvað Róbert er að segja. Þetta er eini gallinn við húsið að hérna í Safamýrinni þá voru skiltið miklu neðar og miklu meira af þeim. Já. En meðan hérna sko, hérna er þetta alveg 2 metrum alveg. Þú þarft að skjóta lengst upp sko. Já, það þarf að vera hálfgerð svona rjúpuskot hjá þér. Já. Á að líka svo fyndið við hérna Safamýrina ef þú tókst að setja hann í bílalegu Akureyrar-skiltið, þá var það alveg... Það var alveg glata skot. Kemur Kristrún. Erna, ekkert að frétta hana. Sara er í hægskiptinu núna. Sara kemur í árás. Já, Hrafnhildur er með hana í lockdowni. Kemur hendinu upp, Erna verður að skjóta. Skrítið tempo. Já. Stilla upp í bara klippingu og fá skot bara, Þetta er varið. Það er uppstælum minna. Tjóðleipur hún maður. Þetta er glæsilegt. Svo getur hlaupið maður. Já. Það var smá klaufaskapur held ég hjá henni Birnu Berg. Hérna, sérðu. Nei, fyrirgeðu, þetta var bara skot. Þetta var bara skot, sko. Afsakið, þetta var engin klaufaskapur, þetta var vel varið. Afsakið þetta. Já, mér fannst það líka. Já. Þú voru að leirita mig. Herri, hún rykkir hana. Góð sending. Taktu færið hana. Já, ég tekið færið hana. Hrafnhildur. Já. Hún sáu X-inu hana í þetta skiptið. Skjóttu maður. Steinun á Þórey. Á Kristrúnu. Löng klipping á Ernu. Góð vörn. Já, góð vörn hjá Söru Dröfn. Sem er það? Sara Dröfn. Sara Dröfn. Ekki bara. Jó. Ég fjall í fallbeygingunni, sko. Já. Það var ekki hægt að bjarga mér þar. Kemur Sara. Kristrún í forfötu. Þetta er bara í netið.
baknetið. Vaselín á boltanum. Já, það er Vaselín. Það var rétt hjá þér. Það er rétt hjá mér. Það er Vaselín á boltanum. Þá kemur Birna út af og Karolína er að fara hvert? Í hægri skyttu. Já, mér sýnist það. Já. Siggi Braga er ekki sáttur með þennan leik. Hann er aðeins að láta hann að heyra það, en hún gelti bara á móti. Takaði 2 hægri. Þetta er vel spila hjá þeim. Þetta var aðeins svo einfalt, Eiður. Já, þetta var bara klipping og mér sýndist hún krækja aðeins í varnarmanninn og opnaðist allt. Þá kemur Erna út af. Það var bara handbolti 101. Já. Erna kemur út af og fer í smá samræður við Rakel aðstoðarþjálfara og Tinna kemur í hægri skyttu, Kristrún á miðjunni. Ég er samt með eitt input, sko. Já, hvað er með það? Ég vil sjá bæði lið taka fleiri úr peysunum. Það er þessi tími leiks. Það eru 5 mínútur í hálfleik, fyrstu 5 mínútur í seinni hálfleik. Þetta er geggjað stúdíuferli. Hvað meinarðu úr peysu? Þá vil ég fá fleiri menn inn á, fattarðu? Betra rotation. Já. Þú veist, það er sko 1 skipting á framvörum. Já, og það eru 2. Þetta er frábær vörn. Vel gert. Keyrið á Dóttarbrunnar af. Já, þetta er frábært. Já. Perla er að skora sitt 4. mark. Ég skil hvað meinar. Það eru konin 7-6 aftur. Sunna er komin á línuna. Ingibjörg. Það er svo mikið harping. Skjóttu. Steinu Björnsdóttir. Bingo. Setur hann í mitt markið. Já, það eru Siggi Braga tekur annan leikhlé. Hann er ekki sáttur. Hann er ekki sáttur. Enda skilja hann mjög vel. Já. Við heyrðum samt það við sagt að það var 9. línusendingin og fáum alltaf 9 mörk í bakið. Ég er að reyna að hlusta á hann. Já. Það sem ég tek út úr þessu er bara að fara vel með boltan. Já, hann vil fá meiri klók, já. Ef við erum 7-6, þá vill ég að við spilum boltana bara eins og milli, ekki taka fyrsta sénsinn, ekki tróðanum á línuna eða taka fyrsta skotið. Já. Við erum að tapa boltanum 9 sinnum og fá 9 sinnum mark í bakið. Já, það er líka bara hárrétt hjá honum. Já. Það er hárrétt hjá honum. Hilmar Ágúst Björnsson Ég er ánægður með þetta outfit hjá honum. Hvað er það? Siggi Bragi. Siggi Braga, hann er alltaf í stuttbuxum. Já, stuttbuxur og stuttarmannbólur. Já, hann er líka með flotta kálfa. Já. Geta að vinna sér búin að skafa kálfana. Mér sýnist það. Herri, það er 7-6, svo nú spilum við 5-1 á Hrafnhildi. Já. Sérðu. Hvað ætlar Perla að gera hún dettu niður núna? Kemur klipping. Horfðu á markið maður. Já, kemur Sunna út. Það er í bölvuðu vandræði með þetta. Ingibjörg, Sunna. Já. Víti. Þetta er víti. Já. Steppi ekki sláttur. Vill hann stíi. Almennilega fyrir að taka bara rauðningin. Já, það er rétt að taka rauðningin á það. Hún er nefnilega ekki að, hún er ekki að fara að senda boltan. Nei. Og ég vil þá bara frekar sjá hægra hornið fá boltan og þurfa að skora. Og hún skorar, hún Hrafnhildur Hanna Þrastaradóttir. Steinun. Þetta er skemmtilegt kerfið hérna. Sérðu, þetta er frábærlega að spila maður. Nei. Herðu,
Það hefði mátt dæma, það hefði mátt dæma tveggjuminna brottu sem þetta. Ef ég hefði verið í markið og ég svoleiðis hent mig niður í gólfið og ég hefði bara legið eins og ég hefði fengið heilarhristing. Þótt að þetta hefði ekki verið fast. Já, en sástu þetta var gott kerfið. Þetta hefði verið æft. Þetta var líka frábær blokkning. Fyrir hérna. Kemur sko löng klipping hérna. Steinn kemur í klippinguna hana. Og svo hún felur sig hana í. Já, vá, þetta er frábært. Þetta er frábært. Skref maður. Sunna. Já, Sara ætlar ekki inn úr hópnum sínum. Hrafnhildur. Gott skot niður í skjóttu. Já. Hlaupaæfingarnar að skila sér. Já. Þetta er flott. Nú eru tæplega 2 mínútur til stefnu og Framar að leiða 14-10. Það er samt eiginlega ótrúlegt að það sé 4 marka munur. Já, mér líður einhvern veginn eins og við ættum að vera alveg 5-6 markum yfir. Það segir samt alveg sitt IBF-liðið. Það eru ekki að spila vel en það er sigla í þeim. Það er bara einhvern veginn. Maður getur sagt að þessu er heppnar en þetta er bara áunninn heppni. Já. Þetta er bara framhjá. Jesus maður. Það vildi enginn taka við sendingunni á Ödisi. Stebbi á timeouti inni. Myndirðu taka timeout? Já. Kannski næstu sókn. 1,5 eftir og kannski færð. Nei, ég myndi taka það núna og skipuleggja þessa sókn. Já, hann hefur heyrt í þér. Hann hefur heyrt í þér. Skipuleggja þessa sókn, næstu vörn og þú veist, í rauninni bara taka svona leiklið fyrir þess að næstu 1,5 mínúti. Akkurat. Nú þú vitur handboltamaður. Hvað heldur að Stefán sé að fara að stilla upp í? Eitthvað voðalega einfalt. Kairó, innleysingar og klippingar. Bara eitthvað svona handbolti 1-on-1 sko. Veistu hvað ég held? Ég held að það sé að fara að taka kerfi sem heitir Selfoss. Það sem að Kristrún er í vinstri skyttu, kemur í árás, inn á miðju. Perla kemur sér inn í blindu sendinguna milli 1 og 2. Það getur verið. Þess vegna er þetta Selfoss og því að það er 2 frá Selfossi. Sko, já. Ég held að þetta verði eitthvað einfalt. Já, eitthvað mjög einfalt. Eitt tjekk, jafnvel eitt í vinstri skyttunni. Mikið undir maður. Reputationi á mér undir núna. Hvort að ég sé að kóla þetta eða ekki. Nei, hún leysir inn. Innleysing. Já, þá er þetta vinnuspil á milli Perlu og Steinunar. Sögðu bara. Nei. Já. Vel gert. Þetta var bara fínt. Gott skot hjá henni Tinnu. Tinnu Seltjarnarnes. Hrafnhildur. Lína. Já, þetta er lína. Róa. Róleg. Rólegar. Og ná þessu í 6 mörk. Uppbyggðu steppin 2. Það er löfven. Það er löfven hjá okkur. Skemmtilega að þetta er 2. Innleysing, 1-á-1, leysir út. Og klipping, skot. Já, vel gert. Herjá, ég var að fá það frá útsettingastjórunum okkar að útsettingi datt út í 2 sekúndur, en það er lagað. Frábær vörn hjá Ernu. Allar eru að fljótar að taka fríkastið eða ekki. Það er verð að taka það. Já, skot. Þetta er búið. Já, fínt. Já, við náðum að koma þessu í 6 mörk. Það er bara frábært. Það er bara mjög gott. Og við minnum að sjálfsögja sjoppuna hérna frammi fyrir áhugasama. Og við ætlum að taka ykkur örstuð hlé og tæknimæðurinn okkar má mjúta okkur.
Jæja, velkomin aftur. Kæru áhörendur. Já. Herðu, ég var nú að reyna að gera einhverja heimaðunni en HSI, en HSI eitthvað með eitthvað dólg við mig. Eins og vanlega, ólistir hvenna. Og IBF með 2 tapleiki. Nú voru þeir báðir í byrjun tímabils. Selfossaukar. Nei, Selfossaukar. Það leikur komin í gang. Þú getur alveg ítt á þannig að sjálf bara leiki hjá Ég var að reyna en vorum með eitthvað vesen. Ég ekki frá því, það með 2 tapleiki sko og ég held ég sé ekki að fara rangt með en að þetta er mögulega 20. leikurinn eða 20. sigurleikurinn sem maður geta náði í röð. Það er rosalegt. Það gæti einhver Eyjamaður Staðfest þetta í kommentarkerfinu. Marta með varinn, Þór nær frákastinu. Glæsilegt. Það er líka örtröð í húsinu. Meistara Kalla eru mættir, Hörður eru mættir líka. Svo eru 2 fermingavíslur uppi fyrir áhugasafa. Fótboltaleikur í gangi líka, þú veist. Og Marta við aftur. Það er alltaf að gerast í framheimilinu. Og Harpa. Það byrja þetta kraftið í IBF. Það er ætlað að fara með sigur á Hólmi í dag. Já. Og meðan öll þessi trafikir í húsinu, þá vill Dagur B. Eggertsson að við mætum á hjólum. Já. Það er ekki stæði fyrir það er ekki stæði fyrir, sko, það er ekki stæði fyrir 1 flokk hérna, sko. Nei. Ég lagði líka alveg kólólulega innan fyrir framan húsið, sko. Og talaði líka sundlaugu hliðan okkur. Og það eru örugglega 100 manns. Þessi bara út af. Gætu við séð timeout núna hjá frömmurum, snemma? Það liggur allavega kjurt í kerrunni eins og stendur. Og fyrir bara í maður og mann. Já. Rafnhildur sækir fríkast, hún er að skora. Það er alveg verið hægt að flauta mark á þetta. Bogdan setur upp 4 fingur. Þess merkis að Rafnhildur hafi tekið 4 skref. Kemur klipping. Og Birna Berg. Og Hafdís er ekki að klukka þess á bolta. Nei, hún fer í gangandi smá. Tökum við langa klippingu hér. Sara á Ernu, Erna á Söru, Sara á Kristrínu. Nei. Þetta var næstu í Sportís. Já, það var nú eiginlega hægt að segja að þetta hafi verið Sportís. Auglýsingaskilti. Já. Hrafnhildur mitt. Nei, herðu þau. Ekki reyna að vippa yfir Hafdísi Reynardóttir, sko. Jesus Christ, maður. Já, ok. Hún fekk ekki dæmt á sig skref og Steinunn Björnsdóttir. Erna fer yfir þetta á vídeofundinum. Hún var heppin hana. Nei, það var vel gert. Eða vel gert. Fyrir eftir ykkur nú horfir á þetta. Sara. Klappa á bakið. Klappa á bakið. Guðbjörn vill fá fríkastið á réttum stað. Sara er að spila frábæra vörn. Þvílíkur varnarleikur. Hrafnhildur, klippið, sunnuskott. Og Hafdís, enginn í marki. Ekki klúðra. Jesus Christ. Þetta líður alltaf svo illa þegar maður er að horfa á leiki svona, sko. Já. Þegar ég er að skjóta sjálfur svona yfir völlin, þá bara finnst mér ekkert að ég bara er alltaf að fara að skora, sko. Að horfa á þetta, það er... Já, Siggi Braga og Hilmar eru hættir í 7-6. Þetta er frábært spil. Vel gert. Já, Sunna skorar hana. Hún er ágætt í handbolta. Já. Spilaði fyrir Fram í mörg ár. Er hún ættuð úr Eyjum með það? Nei, og ekki spurði mig svona flókna spurningar. Ég á að vita þetta. Nú er þetta að setja mig á annað spott og ég er að falla á prófinu. Já. Þetta á ég að vita. Ég held sko að ég sé að fara með rétt máli að segja að amma mín hafi kennt henni í gamla daga. Það er þetta ekki nýi. Takk eður. Sunna, þú ætlar að horfa. Marta með, hvað? Með 11 að vara bolta sinn. Já. Það er fínt leikur. Já, þetta er fínt. Reiknaði nú.
Á ég að reikna þetta? Já. Hvað sér, 11 var það? Þetta Ruðningur, með 19 skot, 18 mörg. Ha? Ekki 19 delt í 18. Nei, hvað er ég að segja, 29. Já, bara Róbert. 29. 11 delt í 29. 37%. 37% markværsla, það er allt í lagi. Það mjög fínt. Þórey þarf að fara út af, fekk smá slink. Þetta er skruðning frá Karlínu. Tinna kemur þá í honnið. Sara, bara í gegn. Vá. Æjæj. Hörðu. Farin úr lið. Mögulega, já. Putti úr lið. Mögulega, svona miðað við líkamstjáningu. Já, mér sýnist hún ekki vera að fara að taka Kobe Bryant átt og kippa hann aftur í lið og halda áfram. Nei. Eitthvað, nei. Mér sýnist Puttum vera ekki úr lið. Gæti líka bara verið puttabrot. Já, allavega. Já, skulum vona að þetta sé ekki eins alvarlegt og það gæti verið. Víti. Lent. Já, hárrétt. Það var bara hárréttur dómur. Já. Það sé Bjartey Helgadóttir sem sé sjúkraþjálfari hjá IBF. Hún er með hana Elísu í meðhöndlun. Perla. Það var í þetta skiptið. Já. Marta kom með 12 varða bolta. Hún er einu bolta á eftir Hafdísi. Hún kom með hvað, 12 delt í 30. Hún er með 40% markværslu. Þá spilum við 5-1 á Hrafnhildi. Við erum að láta hana Ingibjörgu Olsen fara í ár á sér. Steinur, Nei, ok. Höfuðmeiðsli hérna, þetta leit ekki vel út. Það er smá skurðningur hérna inn á vellinum. Já. Sennistu allavega þessar 6 fyrstu mínútur. Sara harkar þetta af sér. Það er vel gert hjá dómarunum að stoppa tíman hana, skullu aðeins saman hana kinn í kinn. Veit að IBF hefði getað skorað hana en það er vel gert hjá dómarunum. Birna á Sunna kemur út. Sunna vill ekki vera á línunni, hún fer bara út og biður boltan. Ingibjörg, Birna. Vá, geggjað. Flott skot í henni. Mjög flott. Ég er samt, það var eins og vörnin og Hafdís voru að taka sama hotn. Já. Fjær. Þú veist, hún hoppaði ekki yfir vörnina, sko. Hún setti þetta fram hjá þeim. En það er hún frábær skytta. Já. Hún er komin með ekki meira en minna en 3 mörk. Svo sem ekki mikið markaskorun hjá IBF. Hún með 14 mörk eftir 37 minna leik. Sara. Og dettur til Perlu. Aðeins og snemma. Já. Þessi bolti datt til Perlu. Sér hann að strákana í stúkunni allir að sussa þér, ekki fagna. Það er allir guttarnir sem voru að fermast. Já. Mikið að fólk sé í fínum fötunum upp í stúku núna, náttúrulega með að það eru fermingarveislur í gangi hérna uppi. Já. Hvað ætlar Ingibjörg að bjóða upp á? Kristrún. Sara, Birna, Ingibjörg. Já, Sunna. Birna upp í skot. Það eru 3 mættari háarinn á hana. Þetta er víti. 2 mínútur. Nei, eða eitthvað. Nei, þetta er bara hárrétt og þetta er bara vel gert hjá henni Hörpu Vali. Já, hún sér að Kristrún er illa staðsett. Já. Keyrir bara inn í vörnina og fær víti að launum. Á kemur markmannsskipting, inn á kemur Ingu María Brynjarsdóttir. Og við erum þetta, séu það.
Jöfull. Steinun. Kemur langa klippinginn. Og... Já, það virkaði ekki alveg. Skulum bara róa okkur núna. Sjá. Já, nú Haraldur Þórhallsson mættur í húsið. Vel greiddur, örugglega nýbúinn í gufunni. Hann og Einar fara yfirleitt í sundheldi fyrir leiki. Fara í vörglas, fara á skíðavélina. Taka svo 100 reps af tricep og bicep. Og svo í gufuna. Já. Mænda svo í þröngum gallabuxum líka. Þessi bolti er framhjá. Birna, hvað ætlar hann að bjóða upp á? Kemur við tjekka við Sunnu, Sunna tilbaka. Sara og Steinun stoppa hana hana. Það er rosalega styrkur sem býr í henni Sunnu. Það er bara, það er ekkert grín að fá hann í yfirhandafötin á sig. Hún er ógeðslega sterk, hún er geggjuðu formi. Já. Það sést langar leið. Já, sem á all liði líka bara hjá IBF. Já. Það eru allar sterkar og hraðar og geggja lið hjá þeim. Nei! Já, þetta er rétt. Já. Hrafnhildur, Ingibjörg, þetta stilaði þessum bolta. Ingibjörg á Hrafnhildi. Já. Selfoss stoppar Selfoss saman. Mér finnst þetta nú bara ekki vera fríkast, sko. Nú ætlum ég að vera með IBF í liðið. Já, ég segi bara, þetta á bara að vera mark. Ingibjörg. Vel gert. Ég hef nú ekki séð mikið af þessari áður. Hver er þetta? Hún er hornamaður. Ég held ég sé ekki að bulla á hún hornamaður. Á uppleggi? Já. Sérðu. Þessi er bara út af. Og þá kemur leikmaður númer 34 inn á fyrir IBF. Það er Amelía Einarsdóttir. Kemur inn á í hægra hornið. Er hún líka örfend eða? Má sjá. Nei, hún er rétt. Nei, hún er rétt. Ég tók þetta langa tíma. Lengi að segja okkur það. Kraftur í Ingibjörgu. Hún er örugglega svona hybrid maður, getur spila horn og línu sýndist mér líka. Já. Hún leysir af línuna fyrir Sunnu í seinni bylgjunni. Já. Svo þess að hann kemur Sunna út. Já. Geta allir spila alla stöður hér, sko. Ingibjörg að HR. Þetta er mjög svona limbo handbolti hjá þeim. Þetta er svona, þetta er skemmtilegt. Já. Sara. Nei. Steinun hefði bara verið vakandi þetta. Já. Það var bara skref dómari. Og IBF getur minkaði 2. Það eru búin að vera mjög klókar. Já. Fara vel með boltan, spila góða vörn. Og Stebbi er bara ekki búin að eiga... Vörnin er ekki búin að ganga jafn vel. Nei. Gerði í seinna áleik. Já. Það eru líka skjóta betur fyrst mér. Já, Rauningur. Þetta er hár rétt. Vel fiskað. Vel gert þarna. Ég held að hérna, já, vel gert í vörnu. Stebbi ætlar að taka leiklík. Skiljanlega. Já. En það sem ég ætla að segja, mér finnst IBF búin að vera miklu meira svona skynsamari með boltan. Já. Eins og Siggi Braga kallaði eftir í sínu öðru leikli í fyrri hálfleik. Hann var brjálaður. Já. Nei, enda bara mikið til í því sem hann sagði. Láta boltan rúlla, ekki taka fyrsta sénsinn. Með þessar línusendingar. Fara í aðgerðina almennilega. Eða sleppa línusendingum, það er bara hættar að vera með línu. Já, mér sýnist það ekki að vera með mikið línusendingum. Sjá, nú ætlum ég aðeins að taka hendólum að mér. Það er spurning hvernig hann Stefán bregst við þessu áhlaupi hjá IBF. Ég ætti bara að reyma skóna. Það var svoleiðis. Það var svoleiðis. Hörðu, þá
getum við hafið leikinn aftur. 80 mínútur akkurat til stefnu. Já, leikurinn komin í gang. Og leikurinn farin í gang. Meistarakallar mættir í VIP-stúkuna, hvetja sína dömur áfram. Já, sérstaklega Þorvaldur. Já. Eyrist alltaf mest í honum. Hann standandi, sko. Já. Bara minna á það líka að við munum lýsa fram á herri hérna á eftir klukkan 18:15. Endilega tún inn í það. Já. Þrátt fyrir það Já. Hvað segirðu? Sjá, herri, ég veit ekki hvað gerast þannig, ég var truflaður hérna. Ég lét líka trufla mig. Já. Herri, þá kemur Sunna út, klipping. Nei. Það því líku kraftur. Það segir það, sigla í henni. Þú verður bara double tíman. Sjá hodni. Já. Vel gert. Fór að skora Þóri. Já, glæsilegt. Siggi Braga ekki sáttur. Bakka í vörn. Já. Ég bara ekki frá því að það taki þetta kerfið bara aftur. Já. Fá Kairó. Sunna henn út. Núna heldur hún. Já. Veitum við, já. Klipping. Perla hélt hann á miðjunni. Við erum bara komin líka venjulega 5 met núna. Já. Birna. Já. Varið. Vel gert Steinn. Vel gert. Hafdís. Og við getum komið, já, Stebbi við Tróa. Náðum svo aftur í 4 mörk. Lykilatriði. Kemur Steinun út af, nei ekki Steinun, Sara út af og inn og kemur Tinna. Þetta búið að vera svona tiltölulega hægur leikur. Já. Það mikið af uppstillum sóknum og liðin að vanda sig mikið. Já. Fara vel með boltan. Já. Kemur Steinun, nei, það sé alltaf Steinun. Kristrún. Já. Leikmann númer 8, Kristrún Steindórsdóttir, komin á blað. Einn af lykileikmönnum í þessu liði, það hún Kristrún. Já. Gerir alla þessa skítavinnu sem enginn tekur eftir. Já. Ásamt öðrum leikmönnum. Hvað er það? Lófa? Þetta frábært skot. Nei, ha? Þetta var tæft. Nú erum við með endursýningu Já, með við fáum að sjá það. Það vel að sýnka þetta aðeins meira. Ja, þetta live núna, sko. Það alltaf 20 sekúndur delay á þessu, sko. Þetta live? Já, þetta live. Þetta 20 sekúndur delay samt, sko, út af að við erum aðeins á undan, sko. Þannig að við... Já, ég sé ekki alveg hvað að þessu, en ok. Kemur Kristrún. Og Perla Rikki tilbaka í hornið, upp í skotið náttúr. Nei. Já, vel gert Steinn. Akkur segja þetta Steinn? Hvað er annað? Þetta var bara ekki Steinun. Nei. Þetta var leikmaður nummer 5. Tinna Valgerður. Þetta var skemmtilegt. Þetta eins og Steinun. Já, þetta er Steinun. Með stóðsettingu. Yes. Frábærlega klárað. Og við komum á Siggi Braga. Brjóla. Já, hvað ertu að gera? Hann ekki ánægður. Nei. Hann ekki einu sinni með hérna taktíktöfluna. Nei. Það líka óþarfið, þetta bara effort og að fara vel með boltan og bakka í vörn. Hann líklega búinn að fara margoft yfir vinnureglur og svo framvegis. Ég líka... Já. Það ekkert djók heldur að vinna svona marga leiki í röð. Gefa IBF kredit fyrir það. Það getur alltaf hyggstað og það getur komið. Og ég meina herra að spila á móti framliði sem mögulega búið að horfa á þennan leik mjög lengi og ætla að vinna þennan leik, fara með sigur á hólmi. Já. Það erfitt.
að vera á toppnum. Það sem allir eru búin að ákveða að vinna þig. Já. Það svoleiðis. Það mikið til í því. Performa aftur og aftur og aftur og í rauninni eini fókusinn hjá andstæðingunum að vinna þig. Akkurat. Og já, sýnist vera bara óbreytt lið hjá IBVF nema Karolína komin núna á miðjuna. Sunna á línunni. Óbreytt lið hjá Frömmurum líka. Hrafnhildur. Já, geggjur vörn með Steinunni. Akkur segi ég Steinunni, þetta Kristrún. Þetta var Kristrún. Eiður, hvað er að mér? Ég veit ekkert hvað ég að gera hérna, Jesús. Kemur Kairó. Birna, Hrafnhildur. Karolína. Þetta er flott vörn, það er bara ekki breyk. Kristrún. Þetta var Kristrún. Já. Flott vörn, Kristrún. Þetta er svona skemmt. Æjæ. Eitthvað smá höfuðhöggana, en mér sýnir bara vörnin vera. Er þetta skemmtilegu svona aðdragandi alltaf að hreyfingunum hjá Hrafnhildi. Hún tekur Já. svona smá... Sen er alltaf tötsa hana, sko. Já. Og mér finnst dómararnir flauta svolítið snemma, sko. Já. Hann er ekki búinn með skrefin. Já. Hreyfingin er ekki búinn. Smá hreyfing. Já, og svo... Já. Ok. Við erum alltaf að sjá svona hvað vörnir býður upp á. Það er náttúr... Nei. Höndi kemur upp. Og vel gert. Það verður að draga boltan. Hafdís Reyndudóttir með 15. vara bolta sínum dag. Eða 14. Nei, 14. Það er ég. Og Framarar geta komið þessu aftur í 6 marka fórustu. Tæplega 12 mínútur eftir hér að þessum leik. Þetta er Selfoss. Og það var farið yfir þetta á vídeofundi. Mér sýnist það, já. Hérna segir 1. Nei, ekki bara Júki. Nei. Það er einnig aftur. Þetta var... Bæ! Skjóta á markinu, það er... Góð vörn. Já, kemur Tinna út af. Erna alveg saklaus, þannig að hún er bara leggir við boltan. Ég gerði ekki neitt. Mikið piks á boltanum. Ég gerði ekki neitt. Já. Þetta var löglegt. Já. Kairóin, Hrafnhildur, Karolína og Birna. Og Hrafnhildur. Háar og gripinn. Erna, spila á boltanum. Þetta er geggjuð. Það var næstu því geggjuð fyrir þetta. Já. Það er rosalegt teip á skónu sem að hún perlaði með. Já, það er Harpix fyrir þetta. Hálfu skórinn. Já. Þá fáum við Löfven. Það kemur síðan innleysing, heldur. Leysir síðan út. Skref. Já. Víti. Ok. Já, við tökum því. Já. Perla fyrir aftur á punktinn. Eftir að hafa klikkað á seinasta víti. Já. Enda ég er sammála þessari hugmyndafræði. Þú treystir á vítaskiptum með hana. Annað en sumir. Ég? Ekki þú. Þú veist hvað við erum að tala um. Já. Og Framarar... Það er bara betra að segja ekkert hann mann ef maður vill fá okkur mínútur. Já, ég er að segja það. Og að passa okkur hérna. Já, þú réttar að sagt. Já. Minn fyrirli er búinn. Já. Hann klárast í gær. Það er rétt. Herru, Framarar komnir í 6 marka fórustu hér. 10 mínútur eftir. Sunna. Lítið að frétta hérna á leikmaður nr.
22. Þetta bara út af. Já. Tók ekki eftir að Bríett Ómarsdóttir komin inn á hérna á línuna. Hún kemur út af fyrir Karolínu. Þetta var alveg vart. Já. Vantar smá svona umhverfis hérna Grind. Umhverfis meðvitund. Já. Það er betra orð. Við varum að fá Halla í settið eða? Fá skoðanir hans. Já. Og já. Frábært skot. Leikmaður númer 5, Tinna Valgerður Gísladóttir. Hún er búin að vera góð í dag. Já. Með 3 mörk. Samt allt svona vel tímasett mörk. Já. Hún er að skjóta réttum tímamóti. Já, sko svona líka gott að fá þessi mörk. Já. Framar að leiða hér með 7 mörkum. Frábær. Birna. Hún ætlar ekki að skjóta. Hrafnhildur. Varið hjá Hafdísi. Þórey með frákastið. Ég væri alveg massíft til að vera með myndavél bara á honum Sigga Braga núna. Já. Hann er með eitt stærsta fílusvip sem að ég hef séð. Hún er löng skipting. Áhugavert með langa skiptingu. Kristrún út af, Tinna inn á. Eins og segi, ég ætla á fleiri framarar upp í stúku. Þetta snýst ekki the quantity, þetta snýst the quality, Robert. Erna. Þetta var lesi í gær. Þetta er bara, ok. Á hverja? Söru. Á hverju? Íttinni? Nei, hún tókaði í hana Amilju. Já. Í þessu frákasti hérna. Nei, þegar hún var að stela boltanum. Já, það held ég. Tíminn er ekki að vinna með IBVF konum. Nei. Ekki með skot. Nei. Flott val á. Frábært spil. Harpa. Og það er varið. Það er varið. Hafdís kom með 18 varða bolta. Og hún er með slétt 50% markværslu. Ég þarf ekki reiknivélinni í þetta. Vel gert yfir, vel gert. Takk fyrir. Mjög vel gert yfir. Og hvað ætlar Erna að bjóða upp á? Bara vennilegan júkka, bara með eina línu núna. Og svo Kairó. Og svo Kairó. Þetta er bara til að fá hreyfingu á vörnina. Og hvað kemur svo? Aftur Selfoss? Nei, hún er að hlaupa tilbaka. Og hendir upp. Skjóttu. Skjóta Erna mín. Já, ok. Þetta skiptir ekki máli, við erum bara að standa á vörnina. Já, réttar sagt, bara hleypa þeim inn og Hafdís verð. Já. Ég byrja að fenda með fleiri. Þetta er skref. Nei, hæ? Hún Ingunn kemur inn og við erum víti. Ég er að segja, boltinn lýgur ekki. Ég vil sjá hún að lyfta fætinum á Verún. Sjáum hvað Ingunn gerir. Já. Eður með hreyfingarna í stúdíónu. Nei, bara fyrst. Hún hefði lyft fætinum og hún var þetta. Fyrsta tempo. Skemmtilegt. Já, skemmtilegt. Kemur Perla inn á. Þetta var svona pirringsvíti. Já. Neglunum bara í hornið. Neglunum í fyrsta tempói niður í fjær. Já, fjær. Þú stendur svona beint á móti markinu, sko. Þá er hún ekkert næra að fjær. Já. Hafdís komin inn á og allir orðnir margir. Erna klippir Tinnu. Tinna klippir Kristrúnu. Erna á Kristrúnu, á Tinnu. Nú er þetta eitthvað að ganga svolítið klúsulega. Erðu? Kemur bara... Þetta var svona Ívalóa skot. Mrs. Clutch. Já. Ívalóa skot þarna. Undirhanda skot í gólfið. Með svona smá snúningi. Já.
Þetta var skemmtilegt. Já, ég hef gaman að þessu. Já. Og þetta held ég hafi bara klára leikinn. Þetta gæti mögulega verið naglinn í líkistuna. Já, nailin the coffin. Sunna, pínu svona högtandi sóknarleikur finnst mér hjá IBF. Það bara varðið beint á markið. Þetta bara beint á markmanninn. Steinun í hraðaplöp. Steinun, vá. Ok, eða bara ekki sjá hana. Hún líka brjáluð. Já. Hún fær boltan hérna hins vegar. Og skora. Hún samt ekki sátt. Hún vildi fá boltan á hann. Siggi Braga ætlar að gera skiptingu. Hrafnur að koma út af ásamt Mörtu og kemur Tara Sól í markið. Það eru ekki að... Já, og Karolína kemur í minnstu skittu. Það eru ekki að fara að vinna sinn 20. leik í röð. Nei. Og þá held ég í næsta... Já, við jinxum þetta annað. Alltaf við höfum jinxað þetta með að vera að tala þetta. Ég vona það. Já, flott. Framar geta... Já, Hafdís. Hafdís kom með 20 varða bolta. Vá. Oj. Þá kemur leikmaður númer 9 inn á, það Ólöf María Stefánsdóttir. Hún með rætur hérna í framheimilið. Hver? Hún Ólöf María Stefánsdóttir. Já, það Systir Einis. Já. Og ég að þjálfa hérna systir hennar. Silvía. Þetta handbolta fjölskylda, það ekki hægt að segja hana. Nei. Herðu og Tara Ver og aftur. Herðu. Siggi Braga ekki sáttur með varnarleikinn. Tara náttúrulega kom inn á í bikarleiknum. Ótti bara príðið skoðan leik móti Völsurum. Tara, það hérna... Það markmaðurinn. Já, markmaður, já. Já. Hvað, kom ekki eitthvað fyrir hinn markmannin? Já, það eitthvað rautt spjald, mástu? Já, alveg rétt. Umtalað. Já, ég man eftir því núna. Það var bara eitt bíó út af fyrir sig, sko. Og Sunna. Og var hann aftur. Hafdís með 21 varinn bolta. Það var komin inn á leikmaður númer 26. Já. Leikmaður númer 26 það eru. Já, veistu hvað hún heitir? Já, Dagmar Inga. Þetta sé... Pálsdóttir. Ég gleymdi að bæta því við. Vel gert. Þetta bara engast. Ég vil fá eina hornasetningu á Dagmar, takk fyrir. Ég veit að hún fer inn á færinu. Það er ekkert hik. Það bara svoleiðis. Hendi kemur upp. Þú verður að skjóta. Bogdan bara komið nóg að þessu. Já, hann heldur líka bara áfram. Já, bara áfram, ég nennis ekki. Stopp. Sunna. Perlaði með hana bara í gæslu. Nei. Já, Stebbi ekki ánægði með þessa skiptingu á tinnu. Löng skipting, þú ert í vörn. Bara hvað ert að gera? Já, sammála Stefánu þarna. Hann búinn að öskara nógu í leiknum. Jú. Sérðu það svona ofan á pönnuna á hann? Nei, hann var út á Tenerife. Það? Daginn, já. Hún getur eldað kjúklinga nú hann. Og Ólöf komin í sókn. Herðu, leiktöf maður, dómari. Það að taka fríkastið. Það tók það bara ekki. Ætli Framar að nái að koma þessu í 10 mörk. Kemur Bríet hérna út í Kæróin, Harpa leysir inn, Ólöf verður að fara í árás. Herðu, þetta var skemmtilegur afturbak Kornís. Já, eftir frábært varnarstopp. Já. Hendi komin upp í Bogdan. 4. Það verður að koma skot hér. Já, ef hún gefur boltan ára búið. Dómari. Já. Ég hef ekki flautað fríkastana, ég hef bara flautað. Það verið að stilla upp, nú ætlum ég ekki að fá bolta í andlit, takk. Vá! 10 sek.
Nei, er ekki bara fínt að róa þetta bara. Nei, ætlum að bæta við einu hérna. Erna. Hamrónum í Pálmatré. Allskil. Allskil. Þetta var allskil gagnamiðlun. Já. Herru, Framarar taka hérna sigurhringinn inn á miðjunni. Og þetta bara komið í hús. Ég var samt að hlusta á podcast daginn. Að Kristoffer Eikóks var að tala að handboltamenn þurfa að hætta að hoppa svona í hring. Ja, blessaður þetta maður. Þetta er ekki nógu töff. Ég skipti mér ekki að svona umræðu. Herru, flottur sigur hjá Frömmurum. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu áður en við lýsum næsta leik og þökkum IBF kærlega fyrir heimsóknina upp í Dal og óskum góða ferðar heim til Eyja. Takk fyrir. Takk fyrir að túna inn í Fram TV. Já, innilega. Sjá á næsta ári. Já.